Einar Andri, voru svona grátlegt að ná ekki að brjóta það þarna á lokaða kaflanum? Já, alveg sammála því. Þetta var við vorum að mínu mati og okkar mati, við vorum eiginlega alveg konir með þarna í seinni hálfleik. Náðum að saxa hægt og rólega og búin að jafna og erum svakalega nálægt í að vinna boltann þarna þegar 4-5 mínútur eru eftir. Boltinn laus og dettur í hendurnar á þeim og þeir ná að komast yfir aftur og við fáum fleiri bara fín tækifæri. Þannig að seinni hálfleikurinn frábær, svolítið basli fyrir hálfleik. Vorum að vissu að spila bara mörgum mönnum, konið langt inn í mótið, 7. leik og vildum dreifa álaginu og til þess að eiga orku þegar fór að liða á leikinn og mér fannst það ganga vel upp og bara mikið hrós á alla strákana að maður hreyfa liðið mikið og allir klárir að koma og svona halda áfram. Þetta var svona allt önnur frammistaða heldur en í fyrri leiknum móti Svíum? Já, ég sammála því að við fyrstu 25 mínútur þeim leik mjög góðar reyndar. Svo missum við á aðeins fram úr okkur í lok fyrir hálfleiks í þeim leik og seinni hálfleikurinn mjög slakur í þeim leik. Þessu sinni vorum við svona búin að læra reynslunni og mér fannst við gera marga hluti bara mjög vel. Við erum náttúrulega bara í rosalega erfiðum leikjum. Við erum að spila núna annað skipti við Svía og vorum að spila við heimsóknarmeistarann í gær og þú veist, þetta er bara mikið reynsla fyrir strákana. Fyrst skipti sem þetta lið fer í 8 liða úrslit og nú er bara hver einasti leikur virkilega erfiður. Þannig að bara mjög ánægður með það, bara hvernig þeir eru bara að vinna úr hlutunum, læra mikið og svona bara góður prósess á liðinu. Þannig að nú er einn leikur eftir, það eru Norðmenn á sundaginn, það gefst aðeins svona frí til að kasta með inni á morgun áður en að þeim leik kemur. Engin spurning, nú er einn leikur eftir og okkur Íslendingum finnst alltaf gaman að spila við Norðmenn og við ætlum okkur bara að klára frábært mót með alvöru leik.